Kæru áhorfendur, verið velkomin í Borgarleikhúsið. Fyrst að þið komist ekki til okkar, þá komum við til ykkar. Við munum halda úti dagskrá í beinu streymi héðan frá leikhúsinu næstu vikurnar á meðan á samkomubanni stendur. Við ætlum að bjóða upp á skemmtun, fróðleik og hugvekjur. Við verðum með leiklestra, tónlistaflutning, upplestur, fyrirlestra, viðtöl, gamalt myndefni úr leikhúsinu, heimsókn á bak við tjöldin og upptökur frá fyrri leiksýningum. Meðan á þessu banni stendur þá verðum við hér til að stytta ykkur stundir og létta lund. Við erum öll í þessu saman. Dagskrá vikunar verður síðan aðgengileg á vefnum okkar, borgarleikhús.is, og öllu streymt á vísir.is. Takk fyrir að vera með okkur. Leikfélag Reykjavíkur næst elsta starfandi menningafélag landsins. Það elsta, það á Ísafirði, þetta var fróðleiksmóli dagsins. En Leikfélag Reykjavíkur var stofnað fyrir meira en 120 árum og það hefur staðið fyrir metnaðarfullum viðburðum í gegnum tíðina og var meðal annars drífandi í byggingu þessa glæsilega hús. Borgarleikhúsið hefði aldrei orðið til nema fyrir tilstuðlan þessa góða leikfélags Reykjavíkur. Nú, undanfarna vetur þá hefur leikfélagið staðið fyrir skemmtilegum hádegisfundum í forsal Borgarleikhússins þar sem fjallað hefur verið leiklist fyrr og nú. Við lifum skrýtna tíma og hér sitjum við Ólafur Egill Egilsson með 2 metra bil á milli okkar og þessi monstera hérna stendur vaktina. Og við ætlum að streyma til ykkar þessum 4. hádegisfundi Leikfélags Reykjavíkur. Og nú komið að því að segja frá sýningum sem fjalla stjörnur. Ólafur Egill Egilsson, leikstjóri, höfundur, snillingur, vinur, bestur, mættur. Og hann ætlar að fjalla sýninguna sína Nýju líf sem var frumsýnd síðastliðinn föstudag, sýningum ævi Bubba Mortens. Og eins ætlar hann að fjalla stjörnusýninguna Elli sem gekk hér fyrir fullu húsi 200 sinnum, stórkostlega sýningu. Þetta eru bæði stjörnur sem að lifa með þjóðarsálinni. Elsku Óli, vertu velkomin. Takk, vinkona. Viltu segja okkur frá? Já, ég var handrits við Gísli Örn, skrifaði handritið að Elli í sameiningu og hann leikstýrði og svo skrifa ég Nýju líf Bubba. Þannig að ég kannski svona fókus kannski svolítið á þann hluta svona samanburða þessu tvennu. Þetta eru, eins og þú segir, já, þetta eru verk stjörnur, en á þeim þetta töluverður munur. Elli já, hún kannski ein af okkar fyrstu dægurlaga stjörnum. Hún og Raggi voru stjörnurnar. Blessuð sé minning hans. Já, blessuð sé minning hans. Og Bubbi svona hann að koma aðeins seinna inn í. Þegar Bubba stjarna komin á himinin, þá erum við búin að eiga nokkrar. Kannski stóri munurinn á vinnunni við þetta var sem sé hvernig lög og texti komu saman. Elli, hún ekki að syngja sína eigin músík, hún ekki höfundur, hún flytjandi og hún að syngja, oftar en ekki hún hins vegar að syngja ást eða ástleysi. Og það svona með hliðsjón hennar lífi sem var margt erfitt og flókið, hún var þrígift og allt það, og þá svona, já, það var eiginlega, það gekk mjög vel saman, en það hefði getað verið einhvern veginn allt öðruvísi, ég meina, í frásögninni? Já, ég meina bara í upplegginu, hún hefði getað verið að syngja eitthvað allt annað, skilurðu, og sumt svo sem átti ekki erindi inn í sýninguna, þú ert minn súkkulaðís, þú ert minn sælgætisgrís, við fundum því engan sérstakann stað, Það hefði nú verið gaman kannski reyna. Já, því ekki, Elli 2, ég segi svona. En Bubbi hins vegar, hann höfundur og hann leynt
beint og ljóst að fjalla líf sitt í sinni músík. Það meiri segja í þeim lögum sem hann hefur sjálfur sagt að séu kannski ekki neitt sérstætt eins og Fjöllin hafa vakað til dæmis sem hann hefur sagt, já, þetta bara víma eða ég veit ekki hvað þetta en það alveg hægt að lesa úr því lagi mjög svona sterkt ákall undir meðvitundar Bubba. Hann að tala að maður verði að fela sína sál, sko, annars sem maður talin heimskur og hann talar fjöll sem eru þetta, hvað eru fjöll, þau eru hörð og þau eru stór og þau hlaupa engum inn í sig, sko, en inn í þeim tár, þannig að hann að tala þarna eitthvað sem inn í sem vill út og Mestastærðin, dýpstu ræturnar og mýktin. Já, þannig að sko, svona við samsetninguna þá, það var með Elli var eiginlega svolítið vandræði að sko finna músík til þess sem að passaði inn í það sem að var að gerast og láta það flæða, en með Bubba var það eiginlega hitt, sko, hann náttúrulega á 800 eitthvað lög, sko, þannig að það var frekar hitt, sko, að grísja hvaða lögum sleppum við. Og ábyggilega erfitt að grísja þar vegna þess að þau eru öll. Já, þau eru langt flest alveg vel fyrir ofan meðalag. Svona, en mér þótti mjög leiðilegt að sleppa lagi eins og Móðir. Móðir, akkurat. Og svo auðvitað stóru svona sögulögin hans, þú veist, Agnes og Friðrik og Sinneta og Stúlkan sem starir á hafið, sem að þau voru erfið, því að þau eru svona frásagnir frá A til Ö í sjálfu sér. Og þá yrði það að koma alveg svona sem heilt stykki og þá verður maður að taka allt lagið, sko. Já, Stúlkan sem starir á hafið, hún hefði þurft í rauninni að vera þarna. Já. Orðið svo stór partur af. Já, en í önnur lög, ég held að fólk eigi að gaman að því að sjá hvernig við setjum þau í samhengi við ævi Bubba og það sem að gerast. Til dæmis tökum við lag eins og Fallegur dagur, sem hann semur, mann nú ekki alveg á hvaða plötu það en það sennilega einhvern tímann á 10. áratugnum, en það færum við aftur í vogana og setjum í munn móður hans Greti. Sem að reyna að stappa stálinu í strákinn sinn sem að orðinn utanveltu í skólakerfinu og hann verður fyrir miklu, bara einelti og ofbeldi og hún að reyna að segja, maður þarf að sjá hvað allt fallegt, hvað dagurinn getur verið fallegur, svo syngur hún fyrir hann. Já, mjög mörg uppáhaldsatriði í sýningunni, en þetta eitt af þeim sem að hlýja manni svo innan og þegar hún segir og hún kemur annar staðar frá og það fallegasta sem hún fann var Bubbi og bræðurnir. Já, þig og strákana mína og hvað ég á fallega drengi og hvað hver dagur getur verið fallegur. Trellele. Þetta eitthvað frá Bubba. Þeir sögðu þetta við hana því að hún sem sagt holdauðsk, Grete Skottepeður sem kemur frá Jótlandi og það af fínu fólki og hún ætlaði ekkert að stoppa á Íslandi. Hún kom hingað bara til að vinna sér svolítinn pening á Sólheimaspítalanum og á Rosenberg eitt örlaga kvöld og þangað gengur inn maður sem var nýkominn á rjúpu og var bara í veiðigallanum. Hann var ekki hávaxinn, hann var svona rúmur 1,5 metr, svo leiðis. Já, bara alveg nóg. Já, hann rétt nær, en hann sko, held ég, hann 11 árum eldri og 3 barna faðir. Ómótstæðilegur sem sagt. Alveg ómótstæðilegur, svakalugur töffari, málari, bóhem, lífskunstner og í sýningunni látum við sem sagt eldri bróður hans, Hauk Mortens, vera að syngja. Það einmitt annað lag sem við fært, hann syngur sko Stóri strákar fá raflost. Brilljant að setja það í munn honum, það alveg. Já, það kom bara upp að því að hann söng, þetta ég held
eina lagið eftir Bubba sem Haukur söng. Hann syngur þetta í áramótadansleik Ríkissjónvarpsins 80 og 6. Aha. Ég held að sé 86. Manst ekki þegar Hófí spilaði á klarinettið og Jón Páll og Ómar dönsuðu tvist. Jú, ég minna þetta ógleymanlegt og hversu óskupunum lagðist þetta af, ég minna getur við fengið þetta aftur. Já, fáum þetta aftur, strax. Já. Útvarpsstjóri að syngja Tamborínmann, hann fær nú létt með það núverandi útvarpsstjóri. Já. En sem sagt, ég kom inn í hliðasögu. Þær eru svo skemmtilegar. Og tralala. Hún skrollaði og svo sagði tralala og Bubbi sagði mér að þeir strákarnir þeir gerðu hérna bræðurnir þeir sögðu við hennar. Mamma segðu tralala og þá sagði hún tralala og þeir fannst ægilega gaman. En svona þegar þú ert að velja, að því að núna þegar þú skrifar Ellý er manneskja sem er látin og horfin, Bubbi er á staðnum, þú hefur beint aðgengi að honum og hann er líka þessi sko risastóra opna sál sem vill vera í samtali og bæði langar til þess og er svo gjöfull á sjálfan sig að þú veist, þakklæti okkar er náttúrulega ómælt. Þannig að þar ertu með hann, en þegar þú gerir Ellý, þá ertu með hvað? Ég er með bara þær heimildir sem að til voru. Margrét Blöndal skrifaði frábæra ævisögu sem að með einmitt, og vann frábæra heimildavinnu og hún var okkur Gísla innan handar þegar við fórum í Ellý. En það einmitt, þar er annar regin munur á. Sko, Ellý var ekkert mikið fyrir sviðsljósið, fannst ekki gaman að tjá sig og viðtöl og svona, henni fannst þetta allt saman einhver óskaplegur óþarfi og skildi ekkert hvað fólk hefði áhuga á þessu. Ég meina, hún slökkti á sjálfri sér ef hún kom í radíónu, sko. Strákarnir hennar sögðu mér, þeir kunnu bara upphafið á öllum lögunum sem hún sögði, þeir heyrðu aldrei meira en bara fyrstu 3 taktana, svo slökktu. Og hún, ég meina, þau viðtöl sem að ég fann og hlustaði á útvarpsviðtöl og annað þar er hún alltaf í öðru hvoru orði að segja verið ekki að þessu, hvað er þetta? Elsku fyrirgefiði. En Bubbi er svona alveg á hinum endanum, sko. Hann náttúrulega hefur alltaf verið duglegur við að tjá sig og haft skoðanir á öllu og afgerandi skoðanir. Og ég sá það svolítið þegar ég fór að vinna, sko. Ég eyddi 3 mánuðum upp á Þjóðarbókhlöðu að lesa allt sem ég komst í öll viðtölin og allt það. Þetta hefur orðið svona eitthvað sem að magnaðist upp þarna framan af, sko. Hann svona springur fram á sjónarsviðið þarna 70 hvað maður segja, 79, 80 og hann er strax mjög svona, hann tjáir sig allt og er hispurslaus og afdráttarlaus og það var bara ekki algengt á þessum tíma. Nei. Meina, stjórnmálamenn töluðu í hálfkveðnum vísum og neituðu að tjá sig hitt og þetta og fólk það var allir svo vandir að virðingu sinni og allt það, en Bubbi hann lætur bara vaða og svona fjölmiðlar held ég þess vegna sækjast í að fá hann til þess að tjá sig alla mögulega og ómögulega hluti. Hann er stundum, sko, þú veist, 2 og 3 í sama blaðinu. Já, ég man, þú varst búin að segja það. Og bæði í útvarpsviðtali og blaðaviðtali. Já, hann er í, þú veist, það er viðtal við hann, þú veist, svo er umfjöllun tónleika eða plötu og svo er eitthvað, þú veist, skoðun dagsins og þá þú veist, er hann að tjá sig eitthvað. Já. Þannig en sem sagt munurinn á Ellý og Bubba er alltaf mjög mikill hvað þetta varðar, sko, það er til svo mikið af efni með honum, en hann var svo takmarkað með Ellý, sko. Hvað ertu lengi að skrifa svona handrit? Hvað tekur þetta bara fyrir fólk til að vita hvað þetta er margra mánaða vinna og yfirlega lestur, aktív skrif og svo? Já, svona frá bara hugmyndinni og að frumsýningu í þessum báðum tilvikum
já, það svona á bilinu 1,5 til 2 ár. 1,5 til 2 ár. Já, en það sko bara, og þá gengur vel, sko. Já. Ég skrifaði Elli eiginlega, já, í 2 svona lotum og Bubba í 3 og svo myndi ég eiginlega segja 4 af því að ég er að leikstýra því líka. Já, og þá alltaf, og alveg eins og það gerðist líka með Elli, að það er ákveðið handrit sem var líka til grundvallar en svo bara þegar sumt er komið út á gólf, upp á svið, upp í munnin á einhverjum, þá heyrist það og lestst allt öðruvísi. Verður kannski of bóklegt og eitthvað sem að liggur á blaði, það er ekki þar með sagt að það sé hægt að lyfta því upp. Nei, þú ert náttúrulega fórst og lærði leikritaskrif í Ameríku. Já, alveg fullnuma í þessu. Flottum skóla. Hugsaðir. Já, hugsaðir. Erlendis. Já. Nei, en það er alveg þannig, en það er ekki þar með sagt að það sé endilega mistök því að þetta er bara sitt hvort form og pappírinn lítur ákveðnum lögmálum. Þar þarf stundum að skrifa eitthvað út þannig að það skiljist þegar það lestst en svo þegar það er komin upp á svið þá sér maður það bara í líkamstjáningu, afstöðu og það þarf ekkert að taka fram óskaplegri reiður út í þig, en þú þarft að hafa það á pappírnum. Blueprint, þetta er bara eins og kökuuppskrift, þú verður að vera með öll innihaldsefnin, en svo er það bara líkamnasta í einhvern veginn í eðlinu. Já, og svo þarf, eins og þegar maður er að kokka í eldhúsinu, þá þarf að taka flugið, klípa þessu og er það ekki aðeins meira svona? Jú, akkurat. Já, meira púrtvín. Svolítið meira. Aðeins meira, já. En þetta er ótrúlega langur tími og síðan með Elli þá er það annar leikstjóri sem að fer höndum þitt efni en svo ertu með þessa risastóru vél, þetta stærsta svið landsins og fjöldan allan leikurum og dönsurum og heilan kór. Þannig að vélin er svo gigantísk. Var þetta ekki varstu einhvern tíma klofin eða gekk höfundinum og leikstjórunum gekk þeim alltaf vel að tala saman? Í nýju lífum, þar að segja. Já, þeir voru voða sáttir, náttúrulega, minn leikstjóri er voða slakur. Hann er svona meira hvísla í eyrun á fólki og svona, kannski mætti ég biðja aðeins meira örlítið svona. Skilningsríkur og rólegur. Já, hann er ekki svona hersöðingi, sem er bara stíll út af fyrir sig, og handritshöfundurinn minn ég hef alveg orðið töluverða reynslu af þessu ferli, að skrifa eitthvað sem að verður er gert og þá lærir í þeim hlutaferlisins þá er alltaf umbreytingar á textanum. Þannig að ég var ekkert að stressa mig á því, og ég svona almennt er mjög mikið fyrir breytingar, ef maður breytir, þá er alltaf séns á því að hluturinn verði frábær. Hann er kannski góður, en ef maður breytir, þá getur hann orðið frábær. En ef maður breytir ekki, þá verður hann aldrei meira en góður. Og svo eru hlutinni stundum ekki góðir, þeir eru stundum bara vondir. Það þarf að breyta. Það er bara svo frábært að fara í gegnum vondan hluta því að þá verður næsta skref svo gott. Já, svo er líka, góðir hlutir, þeir standa ofta á öxlunum eða koma út úr vondum hlutum. Já, þetta er allt saman, allt þetta ferli að búa til svona sýningu, ekki að ég sé að segja þér það, en ég sendi út í kosmosi. Það er mikið svona flúksusferli, þar að segja, það er stöðugt það eru allir þættir verksins á hreyfingu, samtímis. Þú veist, ljós, hljóð, mynd, texti, hreyfingar, tónlist, það er allt breytilegt. Og við vorum hér alveg fram eins og þú veist, alveg fram á síðustu stundu að gera breytingar. En það sem eftir stendur er að blueprintið, uppskriftin, hún er á blaðinu. Já, hún er á blaðinu. Það er Og hún þarf að vera eins og hún er, fyrir ég ætla ekki að grípa fram. Nei, við erum bara að spjalla við monsturina og fólki. Já, við erum eiginlega 3 í þessu viðtali. Mér sýnist það. En þessar 2 sýningar, Elli náttúrulega gekk
algjörlega vonum framar og leikstjórn Gísla og framistæða Katrínar Halldóru í hlutverki Ellý og náttúrulega aðkoma Ragga Bjarna að hlutnum. Þetta hóf okkur upp til skýjana og það var alveg ótrúlegt að verða vitni að þessu og núna vonum við og vitum að við vitum hvað nýju líf og eftir að samkomubanni lýkur og við getum hafist handa að nýju þá verður alveg geggjað, eins og Bubbi segir, að geta boðið áhorfendum að koma og njóta og einhvern veginn fundið sprenginguna í brjóstina á sér og upplifa fjöllin hafa vakað, upplifa Utakars Bubba. Hver þinn uppáhalds Bubbi? Minn uppáhalds Bubbi, það eiginlega litli Bubbi. Það litli, þú litli Bubbi. Já, ég tengi mest við hann. Hann á sterkt samband við mömmu sína og honum finnst gaman að búa til hluti, sögur og lita og skálda og búa til eitthvað í hausnum á sér og svona og hann svo vongóður og hann svo upplitsdjarfur og hann svona, já, þið vitið, þú veist, allt sem barn það vonum betri heim í sjálfu sér. Já. Og hann mætir til leiks, þú veist, ofboðslega glaður og keikur. Já. Þó hann skrolli og sé líka esmeltur og svo hann óvart líka skriftblindur. Skriftblindur? Já, og hann hann hefði sennilega fengið einhvers konar, já vonandi í dag, sko, eða hann fengið einhvers konar greiningu. Hann hefði verið með einhvers konar athyglis eða eitthvað þar, sko. En á þeim tíma engin skilningur á því hér. Nei, hann bara heimskur. Það bara sagt það bara í skólakerfinu. Já, ef hann ekki svo heppinn að lenda á kennara sem hefur innsæi og næmi bara prívat og persónulega og þeir voru alveg nokkrir. Það verður að taka það fram, sko. En svo voru líka svona skrimsl svoleiðis sem voru ekki góðir. Já, hann eiginlega minn uppáhalds. Hann bara mætir og til í þetta og kannski líka, mér finnst það svona að vera almenna sagan inni í sögunni Bubba, sagan sem við skiljum öll með hjartanu. Já. Það sagan þennan dreng sem einmitt byrja lífið með vissulega ákveðna náðargáfur en líka ákveðna, eins og Bubbi segir sjálfur, hunda á hendi. Já. Og gerir, og hann leggur af stað í leiðangur og þú veist, og hann lendir í skakkavöllum og út í skurði og hann stendur alltaf upp aftur og þurrkar sér nefið og heldur áfram. Og ég held að það sé saga sem við öll þekkjum, sko, ég meina, æska allra í rauninni ákveðið tráma, hvernig sem hún Bubbi lendir í erfiðum aðstæðum og erfiðum og stórum hlutum, en sko, sorg og harmur og tráma ekki mælanlegt í neinni sko stærðargráðu. Nei. Sko, þú veist, mín sorg og þín sorg jafngild hver sem hún Akkurat, mælistikan inn í hverjum og einum. Einhver sagði, við erum alla ævi að jafna okkur á því að hafa fæðist. Já, einmitt. Það kannski eitthvað svoleiðis sem ég að segja, sko, þú veist, við erum vanþroska, við erum á valdi annara, foreldra, við erum í aðstæðum sem við verðum að aðlaga okkur að. Þetta staða barnsins. Og ég held að það sko allir, maður finnur það bara stundum, ef maður hugsar ef maður spyr, þú veist, hvað fyrsta minningin þín? Og fólk fyrir að tala það og ef maður fer aðeins inn í hana og talar, þá koma yfirleitt tár á hvarm hjá fólki. Og það ekkert endilega einhver stór, það þessi tilhugsun æskuna. Mörg orð, en punkturinn sem ég að koma að þessi saga held ég sé saga sem við skiljum með hjartanu Bubba og mér finnst ég gera það. Ég átti bara mjög fína æsku og frábæra og allir góðu við mig og allt það, en það var samt erfitt að vera til. Já. Það mælistikan inn í þér svo sem hún og það sem svo fallegt í sýningunni líka þessi omnipresence litla Bubba. Já, hann alltaf til staðar. Alltaf til staðar,
Hann mætir á alla staðina, bæði góðu og fallegu og líka erfiðu staðina og horfir og í lokin stendur hann ásamt öllum bubbunum. Og við erum faktist alla sýninguna að tala við þennan litla dreng. Já, og í lokin þá umfaðmaðir allir sko þennan litla dreng í sjálfum sér. Já. Já, og þetta til dæmis, þetta með partana, það eru margir Bubba. Já, það eru sem sagt margir leikarar sem að fara með hlutverk Bubba á mismunandi stigum í hans lífi. Já, og það var upphaflega ég fekk innblástur það frábær mynd Bob Dylan sem heitir I'm Not There, þar sem að hann túlkaður af konu og 12 ára dreng og svona. Þannig að svo eru fleiri hlutir til í bókmynda og leikhús og kvikmyndasögu þar sem þessari aðferði beitt, en þetta svona svo tengist þetta líka inn í svona partaterapíu, þar sem maður fer til sálfræðings og sálfræðingurinn hjálpar manni að setja andlit og nafn á ákveðna svona hluta af sjálfi þínu. Og það oft sko tengt tímabili líka, þú veist, maður segir inn í mér 12 ára ofboðslega reiður strákur sem var rosalega reiður af því að, þú veist, hann var með krepptan hnefa og hann kreppti hnefana því að honum var strítt í skólanum og þú veist, og þá verður til reiður Óli, hann inni. Svo er líka hérna inn í mér opbóðslega segur sjóari sem vill vera eins og afi sinn, þú veist, sem að var bara að vinna, vakna 6 á morgnana og maður hættir ekki fyrir hlutur hann góður, þú veist, og hann kemur oft í erfið verkefni, sko, en svo þessi 12 ára oft sendur í alls konar erfið verkefni líka, sko, sem hann ætti kannski ekkert að vera að vinna. Nei, en hann sendur á staða því að sá segi mætir ekki, eða flamenco-dansarinn sem að fékk alla bikarina mæti heldur ekki. Nei, eða hver það hvaða fígur það sem inni þér. En sem sagt, þetta innblásið að því líka. Og það var til dæmis svona hlutur sem að ég vissi, ég skrifaði þetta út í handritinu, þetta mun taka breytingum af því að ég vil svo er ég með leikarana, ég vil að hver og einn leikari finni sína leið að sínum Bubba, noti það sem að hann hefur inn í sér til þess að búa þá persónu til, eins og Dóra fer í bara, hún leikur ego-Bubba, sem sagt, óaðfinnanlega, þetta kemur svo skýrt fram að því að þau taka öll part af sjálfum sér og gefa okkur inn í sínum performance, þetta alveg. Þannig að hún ekki beinlega að herma Bubba, hún meira að túlka sko sína hugmynd Bubba eða það að vera með ego á starfi farþegaskip, skilurðu, í farangrinum. Og þannig að hún nýtir hvernig hvar var Dóra, hvernig Dóra þegar hún í að taka ego-flip eða eitthvað, skilur, og hún hérna til dæmis sagði daginn, við erum alltaf með svona stund ánum við byrjum sýninguna, sem við hittust hérna inn á sviðinu, stöndum öll í hring og það takast allir í hendur og við bara förum aðeins yfir hvað ætlum við að gera hérna í þessum yfirgangi og eitthvað svona, og það eru sögð svona einhverju uppörvandi orð, þú veist, fólk sem horfir á íþróttir það kannast við þetta, þetta oft svona í búningsherberginu og undan og svoleiðis, við erum líka með þetta í leikhúsinu og hérna allt einu segir Dóra, veistu, ég vön að segja eitthvað svona hlýtt og uppörvandi, bara ego-Bubba langar bara ekki til þess, hún bara alveg sama. Eðlið bara komið, ego-eðlið, en þetta svo geggja, þetta náttúrulega það sem við erum að sækjast eftir og við sem erum að vinnum í leikhúsi erum bara alltaf að reyna að beisla þetta ósýnilega þetta sem gerast á milli sviðsins og salarins og þetta upplifunin sem við erum að selja og þá eru hérna leikararnir þessar dyntóttu skepnur sem að mega verða, allt, það verður algjört gull þegar þetta samtal næst. Og þegar að fólk hefur færi á að nýta eitthvað sem það verður alltaf að standa á einhverju, sköpurinn þarf að standa á einhverju
og þegar leikararnir fá tækifæri til þess að nýta raunverulega þætti úr sjálfum sér, sína upplifun eða vegferði gegnum lífið í það sem þeir eru að gera á sviðinu, þá er leiðin alltaf styttri í sköpuninni. Þá kemur eitthvað sem er alvöru, af því að það er alvöru. Og þegar þeir eru til í að gera það og þegar þeir finna traustið með leikstjóra eins og þér, þá verða töfrarnir til. Já, þá er séns á töfrum. Já. Óli, við gætum alveg haldið áfram í allan dag, ég, þú og Monsteran. Ég var ekki einu sem ég ætla að sýna myndir og allt mögulegt. Við verðum bara hafa Eigum við að eiga það inni? Við bara eiga það inni. Það er allavega 4 vikna samkomubann í gildi. Við bara fylgjumst með en við ætlum að vera hérna í beinu streymi á hverjum degi, stundum í hádeginu, stundum á kvöldin, dagskráin verður alltaf aðgengileg. Kannski kemur Óli bara aftur, sýnir okkur myndir og segir okkur meira. En í bili, þetta var sem sagt hádegisfundur Leikfélags Reykjavíkur þar sem að fjalla var sýningar stjörnur og Ólafur Egill er búinn að vera að segja okkur frá Nýju lífum og Elli. Við erum að láta þessu lokið hérna úr stúdíó á Monsteru. Já, bara nýja kveðja. Takk fyrir. Takk elsku Óli, takk.